Þá það 7. liður, reglur heimaþjónustu. Bæjarfulltrúi Sigríður Huld tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, hérna lagður fram 4. liður fundargerð velferðarráðs frá 18. janúar síðastliðnum, þar sem lögð fram tillaga breytingum á reglum heimaþjónustu. Helstu breytingar varða aðlögun að nýlegra samþykkti gjaldskrá fyrir félagslega heimaþjónustu og heimsendingu matar. Og velferðarráð samþykkti til breytingunar á sínum fundi og vísar þessu til bæjarstjórnar. Þetta eru bara breytingarnar snúa að þessum gjaldskrárbreytingum sem voru gerðar og orðalag en engar aðrar efnislega breytingar. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sigríður Huld hefur lokið máli sínu, orðið laust. Bæjarfulltrúi Eva Hrund hefur beðið orðið. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Reyndar held ég að það sé ein efnisleg breyting þarna inni. Það varðandi hversu oft þjónustan veitt. Það var takmarkað við 2 sinnum á viku en núna 10 sinnum í mánuði. Þannig að það held ég að sé efnisleg breyting. Mér langaði bara aðeins að nefna það að við erum hér með öldungaráð og við erum með ungmennaráð. Mér langar bara erum við að nýta okkur það, eins og til dæmis þá langar mér bara að spyrja hvort að yfir þetta hefði verið tekið fyrir í öldungaráði og ef ekki, hvers vegna ekki, því þetta tengist þeim málaflokki beint að mínu mati. Bæjarfulltrúi Eva Hrund hefur lokið máli sínu, orðið laust. Bæjarfulltrúi Sigríður Huld hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mér vitanlega hefur þetta ekki verið tekið fyrir eins og í öldungaráðinu og bara mjög góð ábending og kemur henni áfram til nefndarinnar. Takk. Bæjarfulltrúi Sigríður Huld hefur lokið máli sínu, orðið laust. Þar sem enginn hefur kvatt sér ljós, þá göngum við til atkvæðagreiðslu, þeir sem geta samþykkt þessari skefið merki. Samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum.